og þú stendur okkur í stóð. Það einhver stóð undir þér en ekki að þú ert einhver sem býr í lýðræði samfélagi og frekar fjölbreyttu samfélagi og þú velur hvað þú ætlar að gera. Þetta samt á ótrúlega kapitaliskum grunni út þetta rauninni það sem sama sko Thomas Sowell hefur verið að segja það sem hann að segja að í grunninn sko þegar að fólk að tala fyrir óþarfa að þá það rauninni að segja að þessi óþarfa aðföng sem eru þessi starfsmenn væru þá myndu nýtast betur einhvers staðar annar staðar. Já, þetta var bara svona Schumpeter, þetta var mjög óisturist, þetta var alveg, ég skrifaði mig orð svolítið inn í Hayek og Schumpeter og það það eina sem ég heyri sko. Austurísku skóla, en það fekk ég sko frelsisvelin SUS fyrir bókin. Mér finnst það bara hljóma út af því að sko, þér hefur náttúrulega alltaf verið strítt fyrir þetta eitthvað annað og ég náttúrulega sko, þú veist, náttúrulega mjög hrifinn af fiskeldi fyrir vestan og eitthvað þannig, en það svo mennur umræða líka. En með þetta eitthvað annað að það í grunninn mjög bara mikil frjálshyggju pæling að við ættum einmitt ekki að vera að nýtast í einhvern óþarfa út af því að það væri hægt að betrumbæta bæði lífskjör og annað þrátt fyrir það að sko forsenda fyrir því gæti verið alltaf sársökafullt til að byrja með. Já, þetta var... Ég vissi ekki að bara Hayek maður og Schumpeter, ég bara mjánaði með þetta. Ég skrifaði minni í þetta og það var mér fyndið að svo las ég Hayek eftir á og ég bara, nei, anskotin, það haldi þegar ég var stólistri klausu frá honum og þannig að leiðin til ánæðar. En þetta var Hayek, sko, var náttúrulega, sko, hann sá í rauninni bara sósíalisma leiða til, sko, Sovétríkjanna en hann sá ekki að sósíalismi geti leitt til Noregs og Svíþjóðar, sko. Hann taldi að... Já, hann myndi ekki kalla það sósíalisma held ég. Nei, en hann taldi í rauninni bara öll hænuföt í þá átt myndi leiða bara til þarna. En skipta ekki máli. En allavega, þá skrifaði ég heilan kafla þetta. Og ef að Íslendingar hefðu sagt já við 5 herstöðum eins og þeir vildu reisa kringu 1950 og það hefði verið bara easy money, sko. Við hefum bara pabbi hefði fengið vinnu 16 ára bara herstöðinni fyrir norðan og þú veist, þeir hefði ráðið bara 20-30 manns í vinnu og við hefum ekki þetta hafa neinar áhyggjur, skilur, þeir hefði bara séð með þetta, sko. Og þá var pælingin, hefðu við orðið ríkari, sko. Þú veist, eða hefðu við kannski ekki þróað fiskiðnaðinn, ferðaþjónustu og bara allt þetta sem við gerðum og þannig að bókin svona smá hugmyndæfing samfélag og hvernig við lifum alltaf í heimi allra heima, við erum alltaf eins og bara í byrtingi. Þannig að ég skrifa alveg heilan kafla þetta og pæli því að sko að ef að við hefum fengið þessar 5 herstöðar þá hefði endalok kaldastríðsins verið bara meira áttar katastróf fyrir okkur. Við hefum bara hengt okkur algjörlega á að vera háðum bara fjárveitingum og að kaldastríð heldist nógu kalt til þess að vera nógu að gera hjá okkur, sko.